1-0 sigur á móti Úkraínu, hvernig er tilfinningin eftir leikinn? Bara ótrúlega mikilvægt 3 stig, kannski ekki fallegasti fótboltaleikurinn en við sendum þessu heim og bara mjög mikilvægt. Það var ekkert rosalega mikið hjá þér að gera, var erfitt að halda sér einhvern veginn á tánum? Já og nei. Ég er vön þessu stundum úti að það er bara ekkert að gera og svo kemur bara 1 færi og maður verður að vera tilbúinn í þetta sem markmaður. Þetta kallar á sterkan haus, maður veit aldrei kannski á 90. mínútu kemur 1 skot og þá verður maður bara tilbúinn, þannig að þetta var bara þannig leikur og já, ég er bara með góða varnarmenn fyrir frá mig sem að hleyptu ekki mörg skot. Það var þetta færið þarna í fyrra hálfleiknum og sleppur inn í gegn, hvernig bara svona leiðir í þeim augnablik og hvað fór í gegnum hausinn? Þetta gerst bara mjög hratt, ég sá að ég var ekki að fara að ná boltanum á undan henni þannig ég ákvað bara að droppa og reyna að lesa svona hvað skýtur og já, það gekk bara vel. Last hann alveg eins og opna bók? Já. En bara svona, þú veist, svona ákveðnir áfangar í þessum leik, þú veist, Glódís spilar 140.5. landsleikinn og hann leikjast ásamt Söru Björk, bara svona nokkur orð hana. Hún er bara mögnuð fyrirmynd, ég veit ekki hvað er hægt að segja annað. Við lítum allar upp til hennar í landsliðinu og ótrúlega gott að hafa svona leiðtoga með sér í liði, bæði innan og utan vallar, þannig að bara vonandi margir landsleikir í viðbót. Hefur ekki viljað sjá fleiri á vellinum í kvöld? Já, það hefur verið gaman að sjá fleiri. Þetta þakka maður þeim sem komu og þetta já, það voru alveg smá margir sem mættu en við viljum alltaf fá fleiri og vonandi koma bara fleiri á laugardaginn og vonandi góðu liði og vonandi vera gott viður bara. Hvernig líst þér á næsta leik? Bara spennandi leikur. Við sáum það í síðasta leikum á Englandi að við getum alveg staðið í þeim þannig að við verðum bara að vera upp á okkar besta og þá vonandi kemur þetta. Takk fyrir þetta.